Jæja, þá erum við mættir aftur hérna með úrslitaleik í 5. flokki kvenna B-deild. Þetta eru lið Káa og Breiðabliks. Ég, Sindri Már Stefánsson og Sindri Skúlason ætlum að reyna að lýsa þessu eins vel og við getum. Gerum okkar besta. Og ég ætla að byrja á að fara yfir hérna lið Blikana. Það er númer 81 Sara Sigmarsdóttir í markinu, númer 9 Lísa Steinþórsdóttir, númer 9 einnig á skýrslu er Jasmín Ísold Rósa, númer 11 er Emilía Keitlin, númer 13 er Sunna Dögg, númer 17 er Ólöf Margrét, númer 45 er Telma Gautadóttir, númer 57 er Katrín Ásta Benjaminsdóttir, númer 73 er Bryndís María Viljámsdóttir og númer 97 er Bergþóra Guðrún Bæringsdóttir. Þjálfarar liðana eru Hörður Ingi Harðarsson, Elísabet Gunnarsdóttir og Júlía Heiðrós Halldórsdóttir. Ná að Káa í hörku sókn en boltinn út fyrir. Já. Þú farið yfir lið Káa. Ég skal fara yfir lið Káa. Þar er í markinu Katla Hjalti Finnbogadóttir. Svo koma þær í vörninni númer 6 Þórdís Björg Davíðsdóttir, númer 14 Halldóra Ósk, númer 22 París Hólm, númer 30 Ásta Ninna, númer 31 Selma Lárey, númer 32 Tinna Karitas, númer 33 Kristján Ómarsdóttir, númer 65 Ísfold Gná og númer 88 Sigyn Elmarsdóttir. Þjálfarar Káa svolítið sömu áðan, nýbúnir að lyfta dollu og spurði hvort þeir ná að gera það aftur, en þetta eru þeir Egill Hænesen, Anton Orri Sigurbjörnsson og Andri Freyr Björgvinsson. Já, Dotti Hjaltalín ætlar að flauta þennan leik. Einnig. Hérna er Káa komnar í færi Sigyn, hérna vel varið hjá Söru í markinu. Og svo var það hérna Tinna Karitas sýndist mér sem reyndi skotið yfir markið. Þannig að gal opnaðist allt fyrir Káa. Já. Gerast frekar hratt hérna hjá okkur. Svo ég segi, nýbúin að skila á okkur úrslitaleiknum í A-deildina sem Káa unnu FH. Og strax komin hérna í annan úrslitaleik hörkudagur í fótboltanum. Koma Blikarnir hérna. Fann aðeins fyrir þessu þarna. Boltinn gegn Kristjana en frábært úthlaup. Já, virkilega vel hjá gert. Söru. Söru þarna, Káa heldur pressunni. Ísfold, Sigyn. Sara í markinu, ótrúleg. Það var Ásta. Hérna klikkaði sendingin. Það eru 2 númer 9 þarna í Blikaliðinu. Við reynum að segja rétt nafn eftir bestu getu. Já. Hér er brot. Já. Klára aukaspyrna þarna, flottur snúningur hjá Kristjánu. Stöðu Kristjana er stór og stæðilegur framherji. Mjög svo. Get reikna með því að það sé erfitt að eiga við hana hana í varnarleiknum. 100% og hún ætla bara, það er klárt, hún er að fara að ta vað úr þessu færi. Já, mér sýnist það. Skoti. Og rétt fram hjá markinu. Flott til raun, gott skot. Já. En þökk sé Söru Sigmarsdóttir í markinu hjá Breiðablik, þá er staðan ennþá 0-0. Já, þannig að verja nokkru sinnum alveg frábælega. Já, bara stórkostlega vörslur. Innspark sem Blikarnir eiga. Heyrum Söru hérna að segja liðsfélagum sínum að halda pressunni. Hún er góð í markinu, hún kannski ekki áhuga að fá alltaf svona færi á sig. Nei. Svo sem skiljanlega. Ping-pong hérna og boltinn endar í öðru innsparki sem Blikarnir eiga. Já. Já. Frábær. Góð tölfræði þarna hjá Gústa tæknimanni. Bæði þessi lið héldu marki sínu hreinu í undanúrslita leikjunum. Þetta eru 2 stórkostlega leið. Algjörlega sjáum það. Þannig erum við að fara að fá 0-0 leik eða?
Skulum vona ekki, Nei, hérna koma blikarnir. Enga trú á því. Hörru, hér eru að sleppa í gegn. En 1-0. Já, það er 1-0. boltinn lekur þarna inn. Hver var það sem átti þetta mark? Rosalega erfitt fyrir okkur að sjá þetta hérna. Þannig að fjær, hörku sprettir, mér síndist þetta að vera hún Bergþóra Guðrún Bæringsdóttir, hörku sprettur og boltinn einhvern veginn. Katla kom hann út, næra að sitja hönd á boltan en fór hérna inn. Aftur kom með boltan bara. Aftur hérna. En stöðu í þetta skipti. Undanúrslita leikirnir í þessum liðum voru þannig að KA-liðið unnu Breiðablik 2 11-0 og Breiðablik unnu FH 2 5-0. Já. Þar var Bergþóra Guðrún einmitt atkvæða mest í liði Blikana í undanúrslitunum, skoraði 4 af þessum 5 mörkum og Kristjana Ómarsdóttir í KA-liðinu skoraði 6 af þessum 11. 2 hörku framherjar í þessum liðum, báðar stórar og sterkar og kunna að skora mörk. Heldur betur. Blikarnir Þetta koma KA inn í teginn eða hvað? Nei. Jú, halda boltan hann að KA-stelpunar. Finnur hann hérna vel gert, setur hann út. Ætlar að reyna mikil barátta hérna. Það er mikil barátta hérna hjá París og Katrínu. KA einspark. Það er einhver misskilningur hérna. Koma KA að reyna að fara hérna upp vinstra megin, ná boltanum. Sigyn sýnist mér. Má ekki við marknum hana í vörn Blikana. Hörk tækling, vinna boltan. Ísvot hérna. Kristjana hérna með rosalega pressu. Skreflaung, sterk. Já, hún gefst ekkert upp. Smá misskilningur hérna, Sigyn. Er ennþá með boltan. En við séum hann endanum og brýtur á Telmu hana. Telma náði að koma sér hana framfyrir og þjálfari Blikan eitthvað ósáttur við þetta hjá KA-stelpum en gæti nú ekki betur séð en það væri nú bara barátt boltan. Þessi fótbolti. Áþarri honum að fara að tuða hann í þjálfurinn KA. Hún var svolítið sein inn í þetta vissulega, þetta er klárt brot og allt það og dómarinn dæmdi en úrslita leikur og stelpurnar tilbúin að berjast í báðum liðum. Klárlega mikið undir. Hún er mitt sér þarna aðeins hún Telma en Sigyn náttúrulega allt og sein í boltan, við kynum það alveg en Telma gerir vel, komast þarna fram fyrir hana og gerir það þetta mjög vel. fær í staðinn sparkið. Hún getur gerst. Þetta kemur sparkið fram. Sjáum hvernig fljótt að gera samt að hérna KA áttu hérna 2-3 dauða færi hann upp að leik sem hún hérna Sara í markinu og Blikum varði frábælega. Stórkostlega vöslur og síðan í kjölfarið þá skoraði mark þannig að smá tuska andliti þarna fyrir KA en þær vita það er alveg nóg eftir og nógur tími fyrir mörk. Ekki spurningu það. Blikarnir eru hérna ná að halda boltan með aðeins. Fá einsparkið. Já, það er að koma hérna upp kantinn. Flott spil hjá Blikunum en
standa þetta vel hérna í vörninni. Ná síðan skotinu að marki en boltinn framhjá. Markspyrna frá marki Káa. Katla. Sýnist hún taka þetta, nei, setur hann upp hægri kantinn. Það er svo fasti fyrir París þarna. Já, lyftur hann inn á miðsvæðið. Mikil bart boltan. Ásta hann að gera vel. París með boltan fram en Ásta hann í mikil baráttu við hana markskorarann Bergþóru. Koma hann upp, nei. Og boltin hefur farið í Blikana, innspark sem Káa á. Ætla að taka hann bara snögga. Ná að skipta hann minni yfir, vel gert. París. Hann missir hérna. Vinnur hann aftur. Sigyn, hörku paratæk Sigyn hérna en dæmt brotleg. Taklingum með 2 hann af henni. Hún er kannski smá gerð en hún er hörku nagli Sigyn. Já, Enn og aftur skal þetta alveg viðurkenna það. Nú skil ég þjálfara Blika aðeins betur. Þetta er kannski honum smá óþarfa þarna. Tvisvar í röð. Já. Fyrir aðeins út af hérna. Sýnum ekki alveg númerið aftan á þeirri sem meiddi sig. Kemur boltinn inn í og Katla í hörku skot þarna bara. Katla nær að blaka þessu fram hjá markinu. Kemur hotspyrnan. Hotspyrnan hérna. Sýtt hann út í teginn. Hotspyrna en þetta er hotspyrna 2. Já. Önnur hotspyrna er röð. Það var París sem kom honum hana út það átti síðustu snertinguna. Já, sýndist það. Koma 2 hendur upp og hárbolti en já, boltinn dettur þarna niður fyrir frá markið en Káa-stelpurnar komið sér Kristjana hana flottur snúningur, nú getur hún tekið á. Alla leið. Hörku sprettur. Hvað gerist? Með skotið, hún skorar. Frábært mark. Kristjana með geggjað mark. Frábær sprettur þarna. Þetta var geggjaður sprettur hjá henni. Kristjana Ómarsdóttir. Hörku sprettur og hamran hana í færhorni. Ég veist að við höfum varðið þetta skot svona öllu gríði slepptu. Þetta var algjör neglað út í hornið. Já. Og við getum orðað þannig að þetta var óverðandi fyrir Söru í markinu. Ná, flott vörn hjá Katrínu í vörn Blikana. Flottur snúningur þarna. Hörðu, þetta er brot. Ekki. Ertu sammála þessu? Já, það ekki. Herru, Sara var að taka þetta? Sara markvörður alltaf bara að hamra þessu. Segir bara einu skott og hún hitti boltar hana. Já. Hún sýndi það áðan að hún er hörku skotmaður. Hörðu. Nær honum á markinu. Þetta er mjög skemmtileg taktík hérna að sjá markmanni bara að taka aukaspyrnur. Já, vinnum hann á Sílavert, Paraguayan. Þetta er markspyrna. Já, það er hörku barátta í báðum liðum. Við getum orðað þannig að þetta er búið að vera mun, hvað maður segja, skemmtilegri og mun meira spennandi leikur so far heldur en
Alice-leikurinn á hann. Já, Staðan hérna 1-1 og verðast vera jafn... mjög líklegt að verði það þegar að flautað til leikhlés. Já, fáum 2 mínútna leikli hérna Já. á 15. mínútu. Svona er úrslitaleikir að vera. Barátta allstar á vellinum og smá hasar og læti og mörk. Spurning hvort að Blikar ná að byggja upp eina sókn. Í viðbót fyrir pásuna. Nei, Káa-stelpurnar stöða það. Svo náði Blikaverðin að stöða það að Káa næði að... Og þá sýnist mér Doddi Já. ætla að flauta 15 mínútna hlé. Kom aftur eftir 2 mínútur. Já, bæði lið búin að peppa sig hérna fyrir framhaldið. 15 mínútur eftir á þessum fyrri hálfleik hjá okkur hérna. Spilum 4 sinnum 15 mínútur. Gott að það alveg á hreinu hérna fyrir það sem eru kannski Nýkomnir í skjáin. sem er kannski alveg búin að fylgjast náðu mikið með. Þá er þetta búið að vera fyrirkomulag hérna í dágóðan tíma á Íslandsmótinu. Já, já. En það er bara einspark, það er bara byrjun þar. Já. Káa að komast inn í þetta. Reyna að koma fram hérna. Virkilega skemmtilegur, hvað maður að segja, fyrsti hálfleikur eða? Já, fyrsti fjórðungur, menna ég. Fyrsti 15. Fyrstu 15. Þær voru að vera fjörugar. virkilega skemmtilegar og vonandi heldur það áfram. Boltinn hérna ennþá inn á. Einspark sem Káa lið á. Nærsettingin hérna inn miðjuna. Blikarnir stöðu þetta. Kom honum frá. Það var Ásta með boltan, kemur út á kant hérna á Parísi held ég, eða ekki? Nei, Nei, Halldóra. það eru báða með eins band þarna.
Já, Já, það var hún Halldóra nummer 14. skarplega aðtöðaður. Jú. Kemur Kristjana. Herri, nálgast tegin en þetta er hotn. Já. Sjáum það er eina leiðin til þess að stoppa hann er að reyna að vera undan í boltan og hann komur bara í burtu. Já. Það er varnarmenn Blikar ekkert að taka touch hann í kringum hana þegar hún fær boltan. Nei, þegar fá boltan. Það er erfitt. Fyrsta hotnið sem Káastelpunnar eiga hérna. Áhverð að sjá Kristjana býður sig. Já, þetta var sama hérna útfærslu og reyndu hérna í aðleiknum á. Já. En mistókst í bæðaskiptin en gaman að sjá að reyna eitthvað svona öðruvísi. Já, algjörlega. Mikil barátta sem fyrr. Góð skipting hérna hjá Ástu. Virkilega flottu bolti. Og hún er konin í teig hérna. Ísfold. Hérna þrýðningsspili. Ennþá með boltan Káastelpunnar. Ísafold heitir hún vist, ekki Ísfold. Já. Skulum hafa rétt. Hún er bara ennþá hérna með boltan. Já. Neitar að láta hann frá sér. Yfir og þá er það Halldóra. En flott vörn hana hjá fyrirliða Blikana. Fyrirliði Blikana er skráður með svo sem er með bandið með númer 23 á bakkinu en engin númer 23 á skýrslu. Þannig eru Blikandi komnir í færi bara en framhjá-markinu það er engin númer 23 á skýrslu og engin skráður fyrirliði hjá Blikunum. Spurningum, tvær andan númer 9, eru tvær númer 9 á vellinum eða? Já, sýndist það. Einhver smá ruglingur hérna í gangi. Við köllum hana bara fyrirliðan. Já, þá hann til annað kemur fram hjá okkur hérna. Innsparkið hérna hjá Blikunum. Telma heldur boltan hann að reyna að koma fram, gengur ekki. Halldóra Kýri Vilhelm ennþá með boltan, farið ykkur spinna. Já, það var rétt. Sýnist þetta að vera Kristjana sem ætlar að taka þessa spinnu. Já. Kemur náttúrulega í raun ekkert á óvart. Nei. Spurning hvort hún ætlar að reyna að setja þetta á markið eða inn í bara. Lítur hann á markið. Já. Hörðu. Sara hefði ekki mátt vera komin skrefi lengra út í tegin hann á þetta sviðið yfir hana en hún gerir vel. Já, hún gerir þetta virkilega vel hann í að ná að halda þessum bolta úr því sem komið var. Man er svona, það leita ekkert vel út hann í smá. Hörku pressa hann hjá Blikunum fara í köllu í markinu. Hanna ákveður í þjálfari að skjóta hans yfir á Blikabekkin. Mikil barátta inn á vellinum. Nú held ég að þjálfararnir ætti að fara að hugsa liðin inn á vellinum bara. Þetta segir Dotti nákvæmlega það. Já, sammála honum þarna. Kom Blikarnir. Kávernin stöðar þetta. Mikið fram og tilbaka núna. Blikarnir komnir hérna. Flotta stungusendingu. Telma reynir að koma hann lengra inn í tegin. Gengur ekki. Hotspinna niðurstaðan. Já, við sáum að komið smá pirringur hann á hliðalínuna. Allir þrír þjálfarar KA voru farnir að aðeins að láta Hörð þjálfara
Blika heyra þess hana. Já, En, búið að vera einhver neistar þarna á milli allan leikinn. Gaman að þessu. Hér er, Hérna koma stelpurnar. já, enn og aftur, þetta er bara eina leið. Það er að vera undan í boltan, Já, skjótum í burtu því að fyrirliði Blikarna búin að gera mjög Já, vel núna mjög vel. síðustu mínútur. enda við veitum það, ef að Kristjana fær boltan á hlaupinu þá er enginn að fara að ná henni og það er allan mjög erfitt. Erfitt að stoppa hana. Flott hlaup hana. Ætlar hann að reyna bara að tróða sér inn í teginn. Gengur ekki. Þórdís sýndist mér. Já, Hann vinnur innspark, tekur það sjálf. Það sýnist mér nú Telma að vera aðeins og nálægt. En Dótti segir ekkert. Það bara Halldóra. góður snúningur. Það var Ásta, allar hann í skotið. Að sjálfsögðu. Hörku skot slána. Hörku skot þarna. Því líkt skot hjá Ástu þarna. Vá, þessi hefði máttu að vera inni sko. Já, Því líkt skot. hann átti að eiginlega skilja þetta skot að vera inni en Þetta var svakalegt. Blikarnir koma þessu síðan frá. Alltaf gáðan sjá varnamenn taka svona langskot sem að Já, þegar þeir hitta boltan vel, þetta er alveg geggjað. það síðan langur bolti fram en aðeins og langur út fyrir. Já. Þarna var það, hvað, Ferslána það ekki líklega sem að bjargaði Blikum. Algjörlega small hann að Fersláni. Koma Blikarnir hörku sprettur hérna upp hægri kantinn. Koma boltan minn í teginn en þetta stöðvað. Þetta er fljótt að gerast hérna og núna káa Já, það er stelpuna komin á sprettur. hörku sprett. Kristjana hérna, en Sem er það fyrirliðin eða Já, hvað? Hörku fyrirliðinn. barátta. Hvað er nafnið á fyrirliðan hann? Sunna, Sunna heitir já. hún. við erum bara konum við það hérna, hún heitir Já. Sunna. Hún er skráð númer 13 á skýrslu. Já, Hérna er annar leikmaður númer 9. Við erum ekki alveg náð að sjá hvor er Nei. hvað þarna. Nei. Við vonandi náum því. Koma káfastelpunar alltaf bara að tróða sér hérna í gegn en boltinn endar í hraumunum á Söru í markinu. Langur fram en þessi var aðeins og langur. Katla. Það var hún bara ein hérna hún Ísafold en boltinn einhvern veginn undir löppin á henni. Endar í hornspyrnu Blikana. Fjóruða hornspyrna Blika í leiknum. Kemur hérna með frá jörðinni núna. En þessu var komið frá og Blikarnir setja þetta síðan í einspark. Taka hérna einsparki og skipta yfir. Smá miskinningur hérna. Komur sér síðan bara frá. Hafði sennilega aðeins meiri tíma þarna, áttaði sig ekki alveg á því. Gefum boltanum innspark. Koma hérna flott fríhyrningsspil hérna úr innsparkinu, komna inn í teginn. Skotin Katla ver. Ná frákastinu og skora. Blikastelpur komnar í 2-1. Sýndist þetta að vera hún Telma Gautadóttir sem átti skotið og náði sjálf boltanum aftur, sýndist mér. Setur hún hana fram hjá Kötlu. baráttu mörk hérna á Blikum, kom boltanum hann inn. Já,
hörkuleikur sem við erum að fá hérna. 26 mínútur komna á klukkuna. Staðan 2 fyrir Blikana. Nóa eftir af þessu fyrir fleiri mörk fyrir bæði lið. Heldur betur. Flott unnið tilbaka hérna á Kástölfum. Kristjana. Já. Bara tryður sér hérna áfram. En stöðu endanum, Sunna kemur boltan fram. Blikarnir. Já, ástæðan fannst þetta nú vera ágætlega gert hjá hana. Ég náði hann ekki boltanum. Mér svona sýndist það fyrst, en Doddi hlýtur að sé þetta betur. Hann var nær þessu heldur en við. Það var alltaf góð vörð, vísaði hann frá og virti það náð. Já. Hún hefur eitthvað mitt sér samt. Enn og aftur eru leikmenn líka hérna sem eru á bekk eða jafnvel ekki einu svona í hóp eru að skipta sér hana að. Mér finnst nú að það er bara að vera fyrir utan. Finnst það svona eðlilegast einhvern veginn. Það kemur aukaspinnan, hörku skot. Herðu. Vel varið hjá Köllu, boltinn. Svo grípur hún aftur. Kalla með hérna langa bolta fram. Stöðvað í bili. Blikarnir eru komið með hérna aftur. Hvort liðið að ná valdið að boltanum núna akkurat þessa stundina. Vel gert hérna. Ísafold. Ísafold komin á tegin. Skotið í fjær. Frábærlega klárað. Glæsilega gert þarna hjá Ísafold 65. Kláraði þetta virkilega vel þarna í fjær. Þetta var ótrúlega. Ég held að þú myndi reyna að setja hann bara fyrir á Kristjönu en þetta var ótrúlega flott skot. Já, setja hann hnýtt með það niður í fjærhornið, virkilega vel gert. Ísafold og Kristjana með mörkin á káa og sikkvort hornið en geggjuð skot bæði. Já. Mjög örugt. Þetta er frábær leikur hérna. Það er allt. Við erum búin að fá eiginlega bara allt hérna. Já. Sjáum það hjá Káa er Kristjana komin út á aðeins að fá að pústa og Sigyn kemur inn á. Hún er komin í boltan, reynar glaumur með inn fyrir. Boltinn komin á Ísafold. Sara með flott úthlaup. Hún mitti sig þarna aðeins Ísafold, smá samstuð þarna. Hún hefði þurft að ná þarna þessu þegar boltinn var laus og þurft að ná hann aftur þarna. Já. Það var hún alltaf skorað held ég. Sjáum það, hún er aðeins að kvenka sér. Grunar hún hafi fengið hné í læri sem er ríkalega vont. Það er. Sjáum það, hún stingur aðeins við. Mig grunar nú að hún harki þetta af sér. En finnst mér eins og leikmenn séu aðeins svo nálægt í þessum innspörkum. Ég held að það væri einhver ákveðin regla. En þá er komin hálfleikur. Já. Því líkur leikur. Hjaltalín flautar hérna til hálfleiks. Hörku leikur sem við erum búin að fá hérna 2-2 eftir þessa fyrstu 30. Við ætlum að taka okkur smá pásu, koma aftur að vörmu spori.
setla málinu vantarlega. Jæja, þá eru liðin klár fyrir hennar seinni hálfleik. Búið að vera hörku leikur hérna þessa fyrstu 30. Ég á ekki von á öðru nema að haldi áfram spennan inn í seinni. 2:15 mínútna leikhlutar eftir. Þetta er komið að staðina hjá okkur. Káa sem byrjar með boltan. Þetta virðist alltaf bara eins og í boltinn óvænt fyrir Ísafold hérna. Hörku skotið vel. Frábær markvarsla hjá Söru. Þetta var enn og aftur er hún með stórkostlega verslur. Já, Káa virðast alltaf að byrja þetta eins og að byrja leikinn bara. Beint í sókn og færi. Sara rosalega fljót hérna niður og var þetta frábærlega. Kemur Sigyn boltinn hotspinna. Leiðin í hotn, já. Sáum það að þjálfaraliðana tóku langan hálfleik. Enda nóg af punktum til þess að fara yfir. Já. Að gera þessi klára að taka hotspinnuna. Og boltinn hérna út. Skotið í fyrst. Já, ok, þetta var skemmtileg tilraun þarna. Já. Það var erfitt að ná þessu þarna. Þetta var skemmtilegt. En hver var það þarna í skotverðinu? Ásta? Já, ætlaði ekki verið Andri Freyr sem hefur teiknað hettu. Jú, kemur ekki óvart. Hefur teiknað þetta upp eins og á skákborðinu bara. Þessi bolti og langur eða hvað? Grasið reyndi að hægja á honum hann en tókst ekki í þetta skipti. Góð tilraun. Var hún... Já, hver var þetta á sem spretti hana? Bryndís sýndist mér hörku spretti þarna hjá Blikunum en náði ekki boltanum. Blikarnir í press og vinna hann aftur. Komna þetta inn í teginn. Stöðu. Mikið fram og tilbaka hérna. Ísafold á Sigyn. Boltinn kemur síðan hérna inn í bara en leikur hættuleg bolti hana. Pakkan en beint í hendurnar á Söru. Sem fljót, sannlega aðeins á fljót að koma honum fram. Káa vinnur boltan bara. Já, unnan ekkert, fengi hann bara. Stelpunar voru ekki alveg tilbúin þarna frammi. Hérna virkilega flottur snúningur og vel gert. Þetta fannst mér nú vera að setja í bakgrindi í kanna en Doddi gerir ekkert í þessu. Það koma boltan með inn í. Sara undan í boltanum. Sigyn smá samstuð þarna. Söru tókst að ná boltanum og Sigyn lenti á henni, sýndist mér. Mitti sig aðeins. Þjálfarnir er rólegri þetta skiptið. Já, og að setla málin held ég. Algjört óvilja verk. Þetta bara 50-50 bolti þarna. Það verði nú í lagi með alla, sýndumst að hafa eins og hún hafi dottið eitthvað þarna, ekki högg á hausinn þegar hún dettur. Það er eins gott að fara aðeins út af, hvíla sig.
Kristjana kemur inn í hennar stað aftur. Kemur inn að löngspilna fram frá Söru. Hoppar hérna yfir Ástu og Telma með Halldóru, hérna skotið síðan hérna framhjá. Já, fín tilraun hérna hjá Telmu. Markspyrna á Maggi Káa sem Katla gerir sér tilbúna, ætlar að reyna að hamra hann hérna upp. Flott sending. Gerir vel. Boltinn á Halldóru. Síðan yfir hérna á Þórdísi sem reyna að koma sér upp hægri kantinn. Er ennþá með boltan. Já, virkilega vel gert en að koma hann fyrir boltinn. Aðeins of langur hérna, aðeins of fastur fyrir Kristjánu. Markspyrna frá marki Blikana. Boltinn fellur fyrir Kristjánu sem hann næri að setja hann á marki þarna en ekki alveg nóg fast. Gerðu vel hann í vörninni á Blikum. Voru komnar þarna 3 eiginlega bara í hana. Leikurinn stöðvaður. Aftur er það hugahögg. Svo segi búið að vera hörku barátta í báðum liðum hérna þessar fyrstu 37 mínútur. Leikurinn komin að stað aftur hérna. Blikarnir ætla að reyna að koma hann upp hægri, gengur upp en vel unnið tilbaka hérna hjá boltinn ennþá inn á, hann er ennþá inn á. Rosalega barðu boltan og Ásta kemur þessum í horn. Já. Selma sjáum andra þjálfara segja Selma að slaka aðeins á en hörku barátta, hann er virkilega vel unnið tilbaka hjá Selma þarna í vörninni. Þetta er skemmtilegt. Kemur hornspyrnan. Hornið hérna út í teginn og þetta er beint á Halldóru sem er ekki komið boltanum í burtu. Og fyrir boltinn í hendina. Dóttir segir áfram. Og endar í innsparki upp í vinstra horninu bara. Það er óætt að segja þessi meiri hasar þessu leik heldur en í leiknum áðan. Já, heldur betur. Tvö hörkulið að mætast hérna. Mjög jöfn lið. Boltinn allar yfir Þórdís en flott vörn hjá Blikunum. Ná einhvern veginn að prjóna sér í gegn. Eða hvað? Nei, stöðvað á endanum. Blikarnir setja aftur hérna upp í horn en flott vörn hann í Ástu. Ásta þetta ennþá með boltan, vel gert. Já, reyna að skipta honum yfir. Frábær skipting hérna yfir á Þórdísi. Og endanum kemur Sunna fyrirliði Blikana og setur þetta í horn. Sem er að gera sér klára að taka þessa finnu. Já, það verður útfærsla hér. Já, kemur bara stutt inn á Kristjánu aftur. Sendingin síðan inn í. Það er svo fastur. Hún heldur honum inn á. Já, gerir það. Svolítið först sendingarna. Já, endar í þriðju spilu og fær síðan aukaspyrnuna.
Sýnst að vera Selma sem ætlar að taka þessa spyrnu. Grunar hún reyna að sitja hann á markið. Setur hann það í innsvingnum. Boltinn laus í teignum eða hvað? Nei, Sara næra handsaman. Blikarnir ætla að reyna að ná hann að skyndisókninni en voru í rauninu bara 2 hann á móti 5 eitthvað slags. Endar í innsparki sem K.A. Selma setja hann inn fyrir en það var enginn í þetta skipti. Þá kemur eitt langur hérna og Blikarnir eru bara sloppnir í gegn. En frábærlega unnið tilbaka þarna. Glæsileg vörn. Ástu sýndist mér. Já. Virkilega vel unnið tilbaka þarna. Fljóta að hugsa. Það var líkilsnertingarna Ástu alveg á síðustu stundu. Já. Gerði virkilega vel. Þetta var, sýndist mér hún Jasmín nr. 9 sem var að sleppa í gegn. Boltinn inn í en K.A. maður sem er fyrstur á boltan. En eru Blikarnir að halda hérna smá pressu á vörn K.A.-manna. Og París kemur sér í burtu. Smá stopp hérna, það var að reyma skó, sýnst mér. Það er hérna að prjóna sig gegn boltan fyrir. Hörðu, þær komum bara ekki í burtu fyrir núna, jú. Komum sér lengra en það. Fyrir. Blikarnir ennþá með boltan reyna að koma upp hérna aftur. Endar innsparki sem Blikarnir eiga. Kom honum inn í hérna Blikarnir. En Ásta kemur sér í burtu. Og Rísa. Þetta er sennilega rétt. Löppin aðeins of hátt uppi þarna. Háskaleikur. En kemur allir bekkurinn á Blikum inn á völlin þegar einhver ekki í fyrst skipti. Með þessi. Ekki í fyrst skipti. Skil ekki alveg pælingin. Þessi á hækjunum að taka á sig hérna alveg. Já. Já. Þetta er áhugaverð leikaðferð. Ef ég væri stelpan á hækjunum myndi ég ekki nenna þessu sko. Nei. Það er metnaður í henni þarna. Þarna kemur það er markmaðurinn, hún alltaf athyglisvert eða sílavert að sjá markmanninn taka aukaspyrnu. Hvað gerir Sara hérna? Hún er búin að sýna það, hún með virkilega flotta löpp. Og enginn í henni hérna, hvað gerist? Ó, þetta er mark. Nei. Virkilega vel klárað þarna hjá Bergþóru. Boltinn datt þarna lausinn í teignum, einhver sofandaháttur í vörninni hjá K.A. stelpum. Og Bergþóra potar hann bara þarna í fjær. Sýnist. Já. Sýndist Egill þjálfari K.A. eitthvað ósáttur eitthvað sem var í gangi hérna í teignum áður en markið kom. Boltinn er kannski aðeins og lengi laus í teignum. Já, heldur betur. K.A. þetta var aðeins fljótar þarna koma boltanum burtu. Já. En
Já, Þetta mark kom á marka mínútunni 43. Gústi tæknum með puttan á púlsinum hana, marka mínútan fræga. Við erum að fara að detta hérna í 45 sem þýðir smá pása. Sennilega smá, Nú verða hann á einni sókn hérna. sennilega einhver smá viðbót En- eftir búið að vera nokkuð stopp hérna í þessum leikhluta, ef við köllum á það. Já, flott vörn. Kika flott vörðan í Ástíð. Gáðstelpur hérna Kristjana, en sem fyrr er að Sunna sem kemur boltanum frá. Svo er Pari sem kemur hún bara hérna fram. Er hérna upp í horninu. Já, þær eru K-stelpur en það er svo langt frá þeim hann í þessari pressu og Já, við heyrum að þjálfarnir hjá K er að kalla inn og vera nær mönnunum sínum. já, Ég hérna sammála því, já. sendingin upp kantinn boltinn er ný, en út fyrir fóran Já. og þá flautar Doddi til smá leiklés, kom aftur eftir 2 mínútur. Bæði lið búin að fá svona sitt síðasta pepp og þetta er komið að stað aftur korter eftir af þessum hörkuleik. síðustu 15, þetta verða æsispennandi mínútur og Bara
eins og leikurinn er búinn að vera. Já, geggjaður leikur. Vel gert hjá Ástu, hún hlýtur, já. Skipta hún síðan Ótrúlega vel yfir. gert þarna. En Þórdís, já, vel gert. Ná einhvern veginn að koma honum áfram, en til stöðu á handanum. Sunna vörn Blikana vandan á vaxinn. Vel gert þarna hjá Ástu. Síðan setja hann upp í horn. Gengur ekki. Jasmín gerir vel. Það rennur Halldóra boltinn inn fyrir. Farið fyrir þetta. Virkilega Vel gert þarna. Gunni tilbaka hjá Selmu. Já. Búin að vera virkilega öflug í vörninni. Bergþóra ætlar að taka þessa hótspinnu. Boltinn í burtu hana. Já, það var Kristjana, en jú, fær boltan hann í sig, heldur áfram, er sloppinn í gegn. Heyrðu. Og vel varið skotið þarna hjá Söru. Náði ekki nógu miklum krafti þarna í skotið Kristjana. Þessi leikur ætlar að halda áfram að vera hörku spennandi. Það hefði verið rosalega þessi að fara inn því að Já, þjálfari Blika var að biðja hann hendi og já, kannski hafði hann eitthvað til síns máls, en það reyna Blikarnir að koma honum inn fyrir, en boltinn allarlega á Kötlu í markinu. Káa með þetta boltan, allt opið hérna vinstarmegin hjá Káa, finna Halldóru. Hún er ennþá með boltan, komin inn í teginn. Reyna að koma honum hana fyrir, en Sara kemur vel út á móti þarna í markinu. hornspyrna. Boltinn er útspyrnu núna. Það er Kristjana sýnist mér sem ætlar að taka þetta. Já. Ég held að hún ætti að vera inn í hana. Já. Flottur Flott bolti. og boltinn dettur hann inn í teignum. Hann er laus. Já. Dotti dæmir það að Sara hafi verið komið með hendur á boltan hana. Erfitt að sjá það hérna, en mér sýndist það nú vera laus boltinn. Það fer nú ekki að rengja Dotta og hans reynslu í dómgæslu. Nei. Það koma Blikarnir, Jasmín. Ég ætla hann að held að þetta sé Jasmín frekar en Lísa. Það er báða númer 9. Hinspark. Komum við inn í á Bergþóru, sem er ennþá með boltan. Telma. En fínasta vörnanna hjá Halldóru. Þannig sem hann svo frá sér Ísavold, en Káa heldur boltanum, setur hann upp í hornið á Kristjánu. Sunna stöðar þetta. Kristjana fær hann að högga á magan. Meiðir sig. Og Bergþóra er komin hérna, nær að klára þetta. Hörku sprettur hérna hjá Bergþóru. Hún kláraði þetta hérna með utanvota skoti í fjær hornið. Staðan orðin 4-2. Káa menn líklega ekki nógu sáttir hérna, þar sem að Kristjana lá eftir hérna upp í vinstra horninu, sem var síðan til þess að Blikarnir ná þessari skyndisókn, en tökum ekkert af Bergþóru. Mátti hann hörku spretta og klára þetta virkilega vel. Nú þurfa Káa-stelpur að halda áfram að berjast. Ég varst ekki neitt annað en að bæði liðmenninu halda þessari baráttu áfram.
Tvö hörkulið sem við erum að fá hérna í innan úrslitaleik. Heldur betur. Halldóra alltaf að sitja hann inn fyrir á Kristjánu, gekk ekki. Innspark. K.A. Já, þetta Staðan hérna 4-2 þegar að 10 mínútur. rétt 10 mínútur eru eftir af þessu. Nógur tími fyrir mörk fyrir bæði lið. Þannig gekk þetta ekki alveg hjá K.A. stelpum. Útspark frá marki Blikana. Sara fljót að taka það. Tekur þetta bara stutt þarna. Flott vörn hjá París. Kemur þessu þarna í burtu. Koma hérna Bergþóra sem fer með boltan. Virkilega vel gert hjá Halldóru þarna. Koma svo. Reynir að stinga honum inn fyrir á Kristjánu en endar á að fá aukaspyrnu. Já, K.A.-stelpur á markið sem allra fyrst. Já, það er alltaf einhvern séns á að fá okkur út úr þessum leik. Það þurfa að vera minnka munin fljótt. Spilnaðan Selma getur sig klára að taka. Setur hann mjög bara markið. Já, reynir það. Boltinn hann í varnarmann Blikana. Koma hans í burtu, virkilega vel gert. París undir pressu, þetta gerir vel. Lísa næri sig þarna með Blikunum. Lungi með boltan nær hana en Selma stöður þetta endanum. Tekur það á rás og heldur hann minna á. Kemur hann fyrir eða hvað? Nei, það er ekki alveg nóg fastri sendingu þannig að nú er K.A.-stelpur að flýta sér rosa mikið, kannski aðeins svo mikið, syns mér. Selma skiptinguna Kristjana. En hún er stöðuð þarna. Flott vörn hjá Blikunum. Spark. Mikil barningur þarna upp í horninu. Endar á að Blikarnir ná honum og þá Bergþóra komin á hörkusprett. Gerir þetta virkilega vel. Katla með virkilega flott úthlaup. Já. Boltinn fer hérna yfir pakkan. Og hvað? Endar í markspyrnu. Sólinn fann að skína hérna inn í skúr til okkar. Það er aðeins erfiðar að sjá einhvern veginn. Við erum öllu vanir hérna fyrir norðan í sumar. Sólinn allavega. Já. Telma setur hann upp í horn og Bergþóra er alveg tilbúin að elta það. Þetta frábær vörn þarna. Já, Ásta ætlar að fara að vera með einhvern æsing þarna en Andrinn er að stöða það. Já. En Ásta þarna með skap. Já. Það er bara gott. Bergþóra gerir sig klára að taka þessa spinnu.
inn í París skallar þetta. Smá barningur hérna. Komur sér síðan fram vel gert hjá París hérna og Selma eltir hann. Koma Káa hérna, náður að brjóta vörnina bak aftur. Og svo Þetta er stöða á síðustu stundu, hotspyrna. 4 mínútur hér eftir og maður trúir í ennþá að Káa geti náðu út úr þessu leik sko. Þetta er búið að vera algjörlega hérna fram og tilbaka. Kemur hotspyrnan. Það er enginn að gera hana. Beint í hendurnar á Söru í markinu sem sparkar svo bara strax fram á engan samt. Endar í innsparki. Já, þetta var boltinn í 8 Söru í markinu en þarna hefði ykkur þurft að taka hlaupið og gera svona, já, tilraun allavega að boltanum. Já. Koma Káa aftur hérna. Enn einn. Og koma Blikarnir. Telma missir þarna boltan. Ásta gerir vel, tekur á rás. En er stöðu á endanum. Ég sé ekki alveg hver þetta var þarna sem stöðuði þetta en vel gert hjá Blikana. Boltinn fram. Voru Blikarnir dálítið bara að koma þessu fram og frá sínu marki og halda fengnum hlut. Já. Ísafold vel. Káastelpur hafa ennþá séns. Já, algjörlega. Setja henni tilbaka og byggja nýja sókn. Selma gerir vel. Kemur hann inn í á fjær. Hörðu. Boltinn laus þarna en fer framhjá. Þarna náði Þórdís ekki nógu góðu valdi á boltanum og boltinn framhjá markinu. Fyrir tíminn að vera naumur fyrir Káa. Blikarnir. Tíminn vinnur með Blikunum, það er klárt mál. 2 mínútur eftir af þessu rétt rúmar. Staðan 4-2. Þetta enda aukaspyrna, já, sennilega rétt. Ætlaði að beita þarna hagnaði en hagnaðurinn var enginn síðan. Ásta gerir sér klára. Já, nú þurfum við mark frá Káa. Kemur hérna með honum, nær ekki yfir varnarmennina hana. Boltinn endar síðan í hotspyrnu. Þórdís ætlaði að koma honum aftur hann inn í eða á marki jafnvel. Nú þurfum við að sjá einhverja Káastelpu taka hlaupi eða vera allan nær markmannum, gera árás í 8 boltanum. Já. Svo þetta verði gjóðöld fyrir Söru Sáðan. Kemur hotspyrnan hérna. Já, einmitt. Ánægir og Sara handsama boltan. Sara er ekkert að flýta sér, neglir hún síðan bara hérna fram. Átta Jasmín sem eldir. París á undan. Endaði innsparki. Setur hann yfir Ástu. Ásta færi hann aðeins lengur á Þórdísi. Sem er með allan völlin hérna fyrir framansi, nóga plássi. Fer alla leið. Snýr. Nær ekki að koma boltan minn í hana. Ásta með boltan aftur, gerir vel. Hún er virkilega góð í þessu. Já, vinna boltan og snúa og spila. París á Selmu. Nú þarf boltin að koma inn í hjá Káa. Vörnin hjá Blikum er að standa þetta rosalega vel. Selma kemur hann inn í. Hann endar boltinn laus. Já. Hann endar inni. Þetta var Kristjana sýndist mér sem átti þarna snertinguna í markið. Staðan orðin 4-3. En er þetta oflítið og seint? Það er nefnilega spurningin, er þetta mark að koma og seint? Já. Þetta var svo vel gert hjá þeim. Jæja. Blikarnir.
Káa-stelpurnar hérna aftur freista þess að ná einni sókn í viðbót allavega. Selma aftur með boltan hérna hægra megin, kemur hann inn í. Boltinn laus í teignum. Endar í hornspyrnu, já. Já. Það eru komnar 60 mínútur á klukkuna í okkur. Hvað erum við að fara að sjá hérna? Hornspyrna. Ekki aftur. En boltinn aftur Ekki í aftur. hendurna bara á Söru. Þá er þetta sennilega búið og blikarnir, eða hvað? Dotti er með aðra klukku held ég. Já. Fínt fyrir okkur. Verra fyrir blikana. Nú bara fær boltinn að skoppa hérna. Nei, þarna flautar hann. Já. Loka tölur 4-3 fyrir blikana í hörku úrslitaleik. Óskum þeim innilega til hamingju með þetta. Að sjálfsögðu innilega til hamingju. Við laðum þessu komnar blikastelpurnar. Það er fá gullið. Virkilega flottur leikur í alla staði. Mikil barátta, nóg af mörkum. Blikarnir fara með gullið heim í Kópavoginn. Þjálfarar að ræða aðeins við sín lið áður en að við fáum smá verðlaunaafhendingu. Virkilega svekkjandi hérna fyrir Káa-stelpur sem áttu geggjaðan leik. Já, komið þarna með alvöru allu í alveg undir lokinni. Það var aðeins svo seint. Við tökum ekkert af blikunum. Það áttu frábæran leik. Við kannski rennum hérna yfir markaskorar í leiknum. Það er Bergþóra Guðrún sem kom blikum yfir. Kristjana jafnar, Telma kemur blikum aftur yfir, Ísafold jafnar, Bergþóra skora síðan 2 mörk áður en að Kristjana minnkaði þarna munin í 4-3 alveg undir lokin. Káa-stelpur voru síðan að gera sig líklegar í að ná að jafna þetta þarna alveg í blálokin en eins og ég segi aðeins svo seint. Förum aðeins yfir tölfræðina í þessum leik. Loka tölur eins og ég segi 4-3 fyrir blikastelpur. Skotin voru 11 á lið. Káa áttu 9 skot á mark á móti 8 hjá blikastelpum. 82% fór á markið á Káa, 73 hjá blikum. Katla átti 4 góða vörslur á móti 6 hjá Söru. Hornspyrnurnar voru 7 á móti 8 og brotin 6 á móti 5. Hörku leikur ansi jafnt á flestum tölum. Sjáum hérna blikastelpurnar fagna þessu vel og innilega skiljanlega. Eiga þetta gull. Bara skilið rétt eins og Káa hefði átt. 2 frábær lið. Sjáum að verið að gera verðlaunin tilbúin hana hínum einn á vellinum. Þetta var svo sannarlega gleðiferð norður fyrir blikastelpur. Algjörlega, eins og ég segi bara, virkilega flott lið, flotta stelpur hana sem eiga ánefa framtíðina fyrir sér, margar hverjar. Þetta var leikurinn svona kannski, hvað maður að segja, leikurinn sem við óskuðum eftir. Algjörlega. Og hérna spennu í þetta en... Alvöru spennu og alvöru marka fjölda. Já, við hérna... Sjáum að
þjálfara KRM þá að hughrestaðar. Já, þetta er Það þarf. Þetta er alltaf svekkjandi, Já. maður þekki það eigin reynslu að tapa svona úrslitaleikjum, hundleðilegt. Varst þú eitthvað í því? Ég var dálítið í því, Já. tapaði bæði úrslitaleik á N1-mótinu og Reykjavík. Ríkalega svekkjandi, við kynna það. Tapa 2 úrslitaleikjum, það er ekki skemmtilegt. Nei. Svartur blettur í þinni ævisögu. Annars frábæra feril sem ég átti í káfabúningnum. Sjáum hann að hellingur af fólki sem fylgdi Blikastelpunum til Akureyrar. Já, virkilega gaman að segja þetta. Skiljanlega, það er ekki alltaf sem Nei, maður spilar úrslitaleik það er ekki skrítið. Já, vill fjölskyldan sjá, það er 100%. það væri skrítið að sjá bara eitt foreldrar sem hefði fylgt liðinu. Já, Þetta er tilefni til að taka fjölskyldanum með og gera alveg ferð úr þessu. algjörlega. Og hvað þá að mæta hérna norður í sólina, Já, hún er mætt. hún er algjörlega mætt hérna. Það er hérna, En það er svo sem ekkert, eins og ég segi, ekkert nýtt fyrir okkur hérna fyrir norðan. Bara svona til að strá salt í sárin hann á höfuðborgarbúum sem eru kannski að horfa. já, við erum búin að gera nóg af því held ég. Í sumar, eða ekki? Algjörlega. Einhver segir sér aldrei ómikið af því en Nei. Æ, Við kvörstum meira yfir snjónum á veturna. Já. Ég held það sé ekki spurning. Við megum eiga þetta held ég. En hérna sjáum við liðin er að gera sig klára að taka við verðlaunum. Það eru káastelpurnar sem ætla að taka við silfrinu. Þær geta verið stoltar með þetta sumar. Heldur betur. Svo þetta hafi endað á svekkjandi hátt þá er þetta og eru virkilega gott sumar hjá þeim. Þetta er ríkala svekkjandi en það er mega sjálfsögur mjög stoltar. Þetta er geggjaður árangur. Algjörlega. Já. Káastelpum að sjálfsögðu vel fagna líka að taka við þessu silfri. Bara fara að vera dálítið erfitt að horfa hérna út úr þessum skúri á okkur. Já, Sólin akkurat hérna í augun á okkur. ég sniður, ég nota hérna tölvuskjáin til þess að sjá þetta betur. Mjög sníðugur maður, Sindri Skúlason. Já, Heyrðum hérna alla tilkynna þetta. virkilega. Aðalbjörn Hannesson, auðvitað Káa, stillingur. Óskum- Hann virðist geta allt. Hann er frábær. En við óskum að sjálfsögðu Blikum enn og aftur innilega til hamingju með þetta gull. Vel að þessu komnar. Ég veist mjög skrítið að sjá þjálfara Káa taka við silfri. Þetta er, Þeir ég held að þetta sé nýtt fyrir þeim. Þeir eru ekki vanir því þessir þrír. Er Anton að fara með sitt bara í burtu? Ég veit það ekki, þetta er... Nei, ekki það. Nei. Hann sé nú ekki stoltur á þessu líka. Já, maður verður sumri. að taka þess að sjálfsög líka. Þetta er, það Sjá er bara 2 lið sem komast í enn úrslitaleik og þau mögðu að bæði vera mjög stolt af því. bíkarinn hann á loft. Mikil stemning á Blikum, skiljanlega. Mjög skiljanlegt. Já, óskum Blikum góðra ferðar suður í Kópavoginn með gullið sitt. Já. Við hér á KTV Sindri Már og Sindri Skúlason þökkum kærlega fyrir okkur í dag. Takk hérlega. Bless, bless.